Ég aðeins reyna að breyta bakgrunn aðalega vegna þess að ég svolítið löt og ég nenni ekki alltaf að taka snyrtiborðinu mínu að vera að taka myndband, þannig að ef ég breyta bakgrunn, það sem basically ekkert nema maður ekki á þessi don't judge me, þá þarf ég ekki að geta tekið myndband oftar og því þá þarf ég ekki að taka til jafnótt. That's ugly. Það bara the story of my background, af hverju ég ekki bakgrunn. En allavega að myndbandinu, þá ætla ég að sýna ykkur. Tada! Þetta júlíboxið af Iðunbox og ég sver, mér finnst ég verið að taka mér sem myndbönd bara alltaf stöðum millibili út af því að mánuðinni fara svona fljótt. Ég var aldrei búin að segja ykkur það en þetta 5.990 verðið á Iðunboxinu var kynningaverð og núna eru boxin á 6.990. Ég hafði væri búin að segja ykkur að ég vissi bara ekki að þetta væri kynningaverð þannig að ég ekki bara að opna þetta. Svo fallegt. Ég ætla að byrja að þessu út af því þetta er það sem ég vissi að vera í. Þetta er Babyliss Balm and Blush. Ég er búin að fjalla það á bell.is. Ég skrifaði fast þetta, þetta er rosalega skemmtileg vara. Ég hef aldrei notað þetta, þetta er sem Balm and Blush. Þetta er varalitur, eða varasalvi / kinnalitur. Þannig að þetta notað bæði á kinnarnar og varirnar. Þetta er akkurat litur sem ég á ekki. Þetta er í litnum 02 Flirty Pink og hann er svona heit bleikur einhvern veginn. Svona eins og maður segir hot pink á ensku. Og hann kemur ákveðlega mikið litur á honum og það er málið með þessa formúlu og þeir eru rosalega mjúkir einhvern veginn. Það er ótrúlega gaman að bera það á sig. Ég get alveg farið með það fram og tilbaka á vörunum endalaust út af því að það er þægilegt að bera það með miklu betri. Mér finnst það betri og veitum með meiri raka heldur en original Babyliss varasalunir. Þannig að I like this a lot. Hvað segir næst? Ooh, this is new. Þetta hef ég ekki prófaður. Þetta er Exaggerate Waterproof Eye Definer. Ooh. Emerald Sparkle. Hann er ekki beint emerald græn, hann er meira svona, alltaf í birtunni sem ég er í núna, þá er hann meira svona turkis græn með einhvern veginn svona pínu gylltum glimmer ögnum í, myndi ég segja. Þessi er sjúklega flottir til að para saman, sérstaklega í sömur, því það er svo mikið tíska í sömur búin að vera með litríka eyeliner, litríka augnblýanta. Ánum með þetta er frá Rimmel ef ég var ekki búin að segja. Þetta er Rimmel Exaggerate Waterproof Eye Definer. En allavega, næsta sem ég sé, mér fannst kassin eitthvað vera þungur núna. Mér fannst það búin að vera töluvert þyngri heldur en hinir kassanir. Og ég sé ástæðuna núna. Þetta ekki það sem allir voru að missa sig yfir ekkert þannig að rósvatnið, rosewater. Þetta er Mario Badescu Skincare Facial Spray with Aloe Herbs and Rosewater. Þetta er sem sagt, ok, ég var að lesa bara. Once you've tried a rejuvenating facial spray, you won't want to be without it. Use it to set makeup, soothe your skin in dehydrating conditions or to give your skin a quick boost anytime, anywhere. Lightly mist over face and neck as needed. Þannig að þetta basically getur verið sem setting spray eða bara rakaspray eða sem andlitsspray. Ég byrjast með þessu, mér er alltaf langað að pröfa eitthvað frá þessu merki. Þannig að þetta er fullsize-vara en hún er minni gerðin af fullsize-vörunni. Þannig til tömumstærðin, þetta er minni stærðin. Þetta er samt 118 ml, þannig að þetta er alveg ekki lítið. Næsta sem ég sé er Scandalized Retro Glam Rimmel London Mascara. Þetta er semst maskari frá Rimmel. Maskarar, maður getur alltaf nota maskara. Svo komið það næsta sem að gera kassan minn svona þungan. Þetta er það sem ég sá sem sýnir svona síðri. Þetta er gler! Þessuna var svona þungur. Þetta er Less is More Elderflower Salt Spray. Þetta er basically svona sea salt spray. Svona sem er gert til að gera svona beachy look í hárið. Ég hef aldrei þorað að prófa neitt svoleiðis upp á að ég held svo að þetta þurrka mér hárið. Já, ég pröfa í hárið mig kannski bara. Hvort það virki eitthvað. Ég bjóðst alveg ekki við þetta myndi virka en þetta gerir hárið myndi alveg töluvert meira beachy. Þetta fenn nú að vera búið hjá mér.
Lavender and Avocado Intensive Conditioner og Evening Primrose Shampoo for Dry Hair frá John Masters Organics. John Masters Organics is committed to using the finest, most therapeutic organic ingredients on the planet. Over a dozen organic plants help plant extras and essentials oils help your hair feel and look beautiful. Þetta er bara shampoo og handling og þetta prufur. Þetta ekki deluxe prufur, þetta bara svona prufur. Þá held ég að þetta sé bara allt saman komið. Já, þá þetta bara boxið fyrir júlímánuðinn. Ég átti svolítið erfitt með að reikna verðið fyrir þennan mánuð einfaldlega vegna þess að það var rosalega mikið af deluxe prufum og vörum sem voru fullt stað sem ég finn ekki verðið á nema ég fari í verslunina og ég ætlaði að reyna að setja það inn en ég held að ég hef ekki tím til þess. Virðið allavega meira heldur en 6.990. Ég held að ég get alveg fullyrt það þó ég get ekki reiknað nákvæmt verð. En mér finnst þetta rosalega flottur kassi núna þannan mánuðinn. Ég eiginlega hrifnar af þessu kassa held ég kassanum sem var síðast. Hentar mér betur. Þannig að ég sjúklega ánægð með þetta og já, ég vil þó bara ekki að segja takk fyrir að horfa og við sjáumst hress og kátt í næsta myndbandi. Bye! Hæ, í þessu myndbandi þá ætla ég að sýna ykkur hvað í Eðenboxinu mínu þennan mánuðinn. Þetta sem sagt júniboxið. Já, þetta júniboxið. Þessi boxið sem var í síðasta mánuði, væntanlega, ég byrti þetta myndbandi í næstu viku, þannig að boxið sem var í síðasta mánuði.